Jæja, komið sæl. Ég og kollegi mér Eydís sem ætlar að kynna sig aðeins betur eftir smá stund erum hérna komin til að ræða verkefni sem hefur verið að vinna svona frá mörgum hliðum í töluvert langan tíma sem hvernig hægt að fjölga köllum innan hjúkrunar. Ég heiti Gísli Kort Kristófsson og sérfræðingur í geðhjúkrun og prófessor hérna í geðhjúkrun við Háskólann á Akureyri. Og Eydís? Já, ég heiti Eydís Kristín Sveinbjarnardóttir og prófessor í hjúkrunar- og ljósmæðurfræðideild Háskóla Íslands og jafnframt forstöðumaður fræðasviðs á Landspítala. Sko, þannig að við, kannski það sem við erum aðeins ætlum að reyna að kynna hérna fyrir ykkur og aðeins að ræðum og vonandi græði eitthvað á því að heyra það, aðeins af hverju við höfum verið að vinna í því að fjölga köllum í hjúkrun, hvernig við höfum gert það og hvað mögulega aðrir getur lært af því sem við höfum gert. Og við höfum verið að standa í þessu í 10 ár. Já, þetta komið 10 ár sko af þessu. Við byrjuðum hérna eiginlega hér fyrir norðan 2016. Já. Hérna rjúfum, hvað sagðum við? Rjúfum hefðirnar, já, og förum nýjar leiðir. Já, einmitt. Það var svona þörf á því, en við erum ekki sko frumkvæðlar í þessu, við erum svona, tökum við svolítið spjóti eða kyndli. Já, og það búið að vera að reyna þetta tölvöld lengi, bæði að fjölga konum í kallastéttum, hefðbundnum og síðan einhvað köllum í hefðbundnum kvennastéttum. Og ástæðunar eru stundum dálítið á reiki, fólk er ekki alveg skýrt með þær af hverju við þurfum að fjölga sérstaklega köllum í kvennastéttum. Það eru alls konar ástæður fyrir því. Já, bara ég er að meina að það er jafn mikil ástæða eins og að fjölga konum í kallastéttum. Það eru sömu rökin, en fólk gleymir því að það séu sömu rökin. En við fyrsta verkefnum það byrjaði einmitt á þessu hérna á Akureyri, þar sem vorum að reyna einmitt bæði að fjölga konum í kallastéttum og köllum í kvennastéttum. Já, og síðan höfum við svona tekið þátt í 2 stórum alþjóðlegum verkefnum og ef að þeir sem hafa áhuga þá geti googlað og fundið skýrslur. Fyrra verkefni hét Men in Nursing og var í samstarfi við Noreg, Svíþjóð og Danmörku. Og seinna verkefni var Share the Care og það var með okkur og norðmönnum og finnum. Já, og Svíum. Og Svíum, já, vantaði Danmörk þá. Danmörk datar út aðeins. En þannig að við höfum verið í norrænum verkefnum en ekki endilega Evrópuverkefnum. Nei, og það má eiginlega segja að Share the Care var svona framhaldsstyrkur sem við fengum frá norræna jafnréttisráðinu, NIC, svona í kjölfarið á Men in Nursing. Já, og hérna, og það má segja að við höfum byrjað svona nær okkur hérna á Íslandi fyrst, síðan fórum við svona í verkefni sem að var að skoða tölurnar og bakgrunnin með Men in Nursing og Share the Care er svona, þá aðeins fórum við út úr kössunum og skoðum þetta meira svona samfélagslega. Nákvæmlega. Síðan á sama tíma höfum við verið að vinna með Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga. Alveg rétt. Sem hefur gert til dæmis kannanir sem fólk getur líka skoðað eða vill. Og og við skulum hafa einhverja hlekki með, bæði skýrslurnar og í þessa grein og svona fyrir þá sem hafa áhuga. En eitt af því sem við fókusum á þar var til dæmis að kanna hug bara hjúkrunarfræðinga, hvort þeim fyndist að skipta máli að fjölga köllum í hjúkrun. Og það kom í ljósa, það var yfir 90% hjúkrunarfræðinga sem fannst að skipta máli. Sem er áhugavert af því að sko við höfum verið svolítið lengi að breyta viðhorfinu. Já, og þú veist, rökin með því eru náttúrulega margvísleg, þú veist, bæði bara maður hafi frelsi frá samfélaginu til að gera það sem maður vill og það sé sko jafnara kynjahlutfall leiðir oft til bara betri vinnustöðamenningar, það er ákveðnar rannsóknir í því, en stóra kannski ef ég má bara stóru rökin sem alltaf fara að vega þyngra og þyngra í rauninni er bara recruitment eða þess að fá nógu marga, við séum að sækja fólk í öll kyn í þetta stóra fag. Af því að það er ákveðið skortur á hjúkrunarfræðingum og það er sko eiginlega svolítið sorglegt að við séum þá ekki að ná bæði konum og körlum í þetta mikilvæga fag. Já, algjörlega, það hafa ekki aðgang að helmingin af eða að segja mannkyninu. Já, mannkyninu, bara recruitment poolinu eða sletti, sko, að það veldur því að við förum smám saman að lendi meira í vandræðum og löndin í kringum okkur eru farin að gera það meira þó þau séu með skárra hlutfall. Það er kannski allt í lagi að tala um það þegar við byrjuðum að þá var hlutfallið bæði í náminu og karlkyns hjúkrunarfræðinga á Íslandi í kringum 2%. Já, ég myndi segja bara næstu því 0 til 2%. Já, það var og
það núna, þá hefur trendi verið mjög skýrt og við tölum aðeins betur það eftir hvort að sé einhverju leiti þess að þakka eða hvort það séu aðri þættir, það mjög erfitt að eina einhverja orsakaskýringar í svona, en þetta að svona, fyrsta árið okkar svona að skríða upp og það svona í kringum svona 8-10% núna kallar eftir klásus. Já, ég held sko að þarna hafi sko séð svona réttilega sagt, orð eru til alls fyrst. Já. Og við erum svo sem búin að ræða þetta svolítið mikið á síðasta áratug að þetta sé bara framtíðin. Já, og gera fullt af hlutum. Já. Kom kannski betur inn á það eftir hvað það var. Já. En máli það að það ákveðin viðhorfabreiting í samfélaginu smám saman og umburðarlyndi og fólki finnst bara eðlilegt að bæði kallar og konur séu hjúkrunarfræðingar. En þetta náttúrulega samt á dýptina við samt ekki, maður myndi vilja sjá hærri tölur af því að vinir okkar á Norðurlöndunum, að þeir eru komnir í töluna 25%, það svona 1/4 af hjúkrunarstéttinni eru karlar. Það svona skríða þangað upp, sko. Við erum sem sagt komin svona, eins og til dæmis eftir klásusu núna í janúar, að þá erum við svona 7-10, liggjum við í svona 7-10% af fyrsta árun okkar eftir klásus eru kallar, sem eru tölur sem við hefum ekki náð svona samanlagt í skólunum í rauninni áður. Nei, það í fyrsta skipti í þessi bara ár síðustu svona 2-3 árin. 2-3 árin, já. Og við vitum ekkit alveg hvað það hvort það sé hluti af því að fólk allt í einu fatta að hjúkrun skipti máli eftir COVID. En þetta var svo sem byrja þá, þetta hefur alveg, trendi hefur verið í gangi síðustu 10 árin, að köllum hefur verið að fjölga í hjúkrunarnámi á Íslandi. Og ef við miðum við önnur fög, þó það sé eins og lítið fag eins og iðjuþjálfun sem kennt hérna í Háskólanum á Akureyri, að þá þetta sama trend ekki í gangi þar sem við sjáum innan hjúkrunar einhverju hluta vegna. Nei, sem mjög áhugavert. Reyndar ég með smá innskot að þá að því hefur reynslu af hjúkrun fyrir fólk með aðra háskólagráðu sem þá búið að þroskast og búið að taka eitt BS-próf og langar svo eða BA-próf og langar svo að verða hjúkrunarfræðingur. Að þar aðeins búið að vera meira trenda kallar komi sem áhugaverð, sem að spyr maður það þannig að maður að það þurfi ákveðin þroska til þess að ákveða það að fara í hjúkrunarfræði en það þarf þá náttúrulega eiga við bæði kynin. Algjörlega. Já, maður veit það ekki og hvort að þú veist til að fara á móti strömmnum sko, af því að þetta svona pínu, þú veist, maður að láta sér detta í hug og þora að gera þetta. Það var einmitt ritgerð 2004 var gerð meistarritgerð svo tekið viðtalið nokkra kallkyns hjúkrunarfræði nema. Alveg rétt. Og hún var kallað sko kynlegir kvistir. Já, en þetta hefur líka komið í alþjóðlegum rannsóknum að sko strákar bara þor ekki hjúkrun. Já. Af því að þeir verða fyrir eins og þú nefnir oft ákveðin svona mikroaggression eða notar enskuna öráreiti. Þú kannski segir okkur Gísla því að þú manst það miklu meiri ég hvað það Já, og þetta kannski kemur inn á það sem við höfum verið að vinna hérna á Íslandi síðustu 10 árin og vonandi hefur skipt einhverju máli að það að við höfum verið að vinna í báðum skólunum, bæði að auka meðvitund þetta öráreiti, þessi litlu skilaboð sem við gefum til stráka áður að þið fari í hjúkrun þannig að þið kannski kom ekki og síðan inn í hjúkrunni að þeir eigi ekki heima og það svona eins og ávarp allan salin, jæja stelpur mínar, hvað segið þið, það að nota alltaf kenningu, þær og þú veist þið allar og þetta sem ég lendi nú í tölvört á fundum líka. En það meira, sko, það líka bara umhverfið og að því við höfum verið svona bæða að skoða umhverfið og kennslustofuna og ýmislegt sem við höfum verið að taka fyrir í þessum verkefnum að þá var það til dæmis í Háskóla Íslands í Eyrbergi þar sem við kennum hjúkrunarfræði að þá var svona glerkassar með svona alls konar hjúkrunardúkkum og svona mjög kvenlegir skápar og þegar ég kom þaðan eftir ég hætti að vinna hérna á Háskólanum á Akureyri þá fór ég að vinna í Háskóla Íslands og þá bara stakk það mig svo að því að ég var búin að vera hérna í uppeldi á jafnréttisstofu og í þessu verkefni að þetta væri ekki gott ef að strákarnir væri að fara að innrita sig í hjúkrunarfræði þeir sæju þetta svona fyrsta sem þeir sæju þannig að maður vildi svona leiðrétta það. Já, og ég kannski finn það sko að þegar við erum að tala um þessa litlu hluta, þetta hljómar oft og þú veist þegar við tökum eins og viðtöl við strákana sem við höfum gert töluvert af í báðum verkefnum
og maður spyrð þá, hefur orðið fyrir einhverju mismuna fordómum einhverju, það segir alltaf nei og síðan lýsa þér í 40 mínútur fordómunum og áreitinu sem verða fyrir. Já, því að þeim finnst þetta og okkur finnst oft áreiti vera óttalegt væl, en þegar einhver kemur bara með eitt komment, en hann nú með 1000 þann dag eða 100 á þann dag, þá hefur það áhrif. Já, líka það ekki bara þá í náminu sjálfu sem þeim verða fyrir áreitinu, heldur líka eins og við höfum rætt oft áður í fermingabóðunum að eitthvað spyr, okkur fórst ekki læknisfræði? Já, eða sjúkraþjálfun. Já. Algjörlega, og þess vegna svo mikilvægt að þetta verður svona heggur sá að hlífa skildi, við ættum innan hjúkrunardeildana, þá höfum við unni mikið í því með kennurunum og með því að líka passa kynningarefni, passa lesefni, námsefni, passa bara upp á braginn sjálfan í náminu, að það sé á hreinu að hjúkrunarfræði sé fyrir öll kyn. Já, en þú þarft að fara líka út fyrir, að því að ég fór að kíkja á svona gömul skjöl sem að því við erum búin að safna svolítið að okkur, þekkingu og svona ýmsu, og þá sá ég að bara 21, þá var ég hér með kynningu fyrir framkvæmdastjórnina hér við Háskólann á Akureyri, akkurat þetta og hvað þetta skipti miklu máli og fékk mjög góðan stuðning, en síðan var ég með leið að ég var komin upp í Háskóla Íslands, að þá var ég líka með kynningu þar á fundi og fékk góða umræðu og það skiptir máli að halda þessu vakandi í raunin á öllum stjórnsýslustigum. Algjörlega, og við erum bæði komin með smá svona kynjafræði efni inn í námskeið hérna í HA og síðan eins og í HI þá reynum við að tala við kennaraliðið svona einu svona ári þessi mál, bara til að fólk sé vakandi og sé að vanda sig. Af því að það eins og þyngdarlögmálið togi okkur aðeins niður í það einhvern megin að gera ráð fyrir því að það sé bara eitt kyn í hjúkrunarfræði. Já, og það náttúrulega menningin okkar sem að við erum svolítið, það svona, hún svona heldur okkur aðeins niðri, það bara þessi samfélagsmenning og hvernig fólk hugsa hjúkrunarstörf. Nú eru við bara stödd þar að okkur finnst að hjúkrunarfræði sé fyrir alla. Karlarnir eru svolítið fyrst að þóra að fara inn í sérsvið hjúkrunar, eru minna í það sem að við köllum á enskumáli svona keringsstörfin, svona almenn hjúkrun og það eitthvað sem að svona landvinningur sem að við þurfum að vinna það líka, að við sjáum karla í öllum sviðum hjúkrunar, jafnt á við konurnar. Og síðan alltaf þessi spurning, þú veist, þegar við pælum í því af hverju hefur þetta verið svona lágt á Íslandi þó að sjá leiðinu, bæði inn í námið og síðan heldarfjöldin, þannig að talan í náminu, hún er að hækka hraðar heldur en heldartalan eðlilega, að því að við verum miklu lengur að leiðrétta þá tölu. Erlendu karlkynshjúkrunarfræðingar hjálpa okkur aðeins en ekki nósamt. Já, við erum náttúrulega með tölur úr háskólunum sem þýðir að það aukningin á körlum þar, síðan eru náttúrulega með tölur af spítulunum, það verður aukning þar og það þá bæði aukningin frá Háskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri, en þá líka það að koma karlar að utan. Og það kannski hjálpar okkur bara líka að það verður svona eðlilegra að það komi karlmenn að vinna á deildunum okkar. Þetta svona okkur líður og kannski það ekki rétt, en við höfum samt einhverja tölur til að bakka þau, að það sé svona ákveðin krítiskur massi að myndast og við sjáum það á erlenduransóknum að þegar við komumst yfir kannski svona 4-5% að þá orðið nógu mikil krítiskur massi að droppoutu fer að minnka og öráreitið minnkar vegna þess að þetta ekki eins mikil jaðarhópur og það að leiðandi sækja fleiri líka í námi, það eru fleiri fyrirmyndir og allt í einu svona byrja boltinn að rúlla og við erum auðvitað að vona að við verðum ekki eins og einhver fíbl eftir 10 ár með ekkið í andlitinu og þessi aftur komin í 2%. Þetta erum að vona þessi einhvað snúast við. Við hittumst aftur í viðtali og tölum 25% og hvernig við ætlum að komast þangað eða við verðum komin þangað eftir 10 ár. Vonandi. En það kannski þessi hugsun hjá okkur að við förum í svona verkefni og það mjög erfitt kannski að komast að orsaka skýringu, þess að vitum við að þessi vinna hefur skilað einhverju, auðvitað kannski ekki, við vitum samt að þessi vinna og þessa breyting hefur átt sér stað á sama tíma, þó að það fel ekki í sér orsakasamhengi. Nei, það náttúrulega búin að vera, þessi verkefni sem við höfum tekið þátt í haft áhrif, Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga hefur lagt áherslu á þetta, Landspítalinn hefur mjög mikið fengið styrki og verið með þessi verkefni og þar sem við höfum tekið unga stráka
Já, tíunda bekk, það annað verkefni. Og hjálpað, en við erum líka mjög mikið að læra á Norðurlöndunum, hvernig við gerum þetta. Algjörlega. Þannig að ég held að við, það er kannski ekki alveg randomized control trial að þetta sé svona, en ég held að sé mjög mikla líkur á því að þegar þú ert með mjög mörg verkefni svona í gangi í þessa áttina og þá samstarfsverkefni við alþjóðleg samstarfsverkefni að það síjast nú inn. Við höfum verið með það margar kynningar á síðastliðnum árum þetta og þetta síjast inn. Algjörlega, við náttúrulega vonum það. Við náttúrulega höfum verið að reyna að ná til bæði námsráðgjafa, við höfum verið að reyna að eiga samtöl bæði líka í grunnskólum, leikskólum, framhaldsskólum. Við höfum verið að kynna þetta dálítið opinberlega, þú veist, og við höfum verið að reyna að vinna með bæði námsefni sem ég sagði, kynningarefni og kennurum að gera hjúkrunarfræðina sjálfa meira svona opin og til að hún endurspegli fjölbreytileika samfélagsins sem við erum að sinna þannig að við höfum gert alveg býsna marga hluti. Já, ég held að það sé líka gott að við séum bæði kall og kona í þessu verkefni, það sé ekki bara kallar eða bara konur og ég held að það virki. Þannig að það eru og það sem að gerast núna sem alltaf athyglisvert og ég veit ekki hvort það sé einhverju svona hlusta sem á áhuga á því að þegar við byrjum í þessu 2015-16 ég hef reyndar verið í þessu lengur, ég tók þátt í fyrstu kynningunni árið 2000 til þess að reyna að fá fleiri kall í hjúkrun og fór þá í framhaldsskóla eitthvað svoleiðis. Verkefni, veistu hvað hjúkrun er? Í hvað svoleiðis, ég var bara, það var upp á 2000 að ég var bara saklaus hjúkrunarnema á þeim tíma en frá því við byrjuðum að því að fyrst að þá var rosa mikið svona kynjafræðilegt sjónarhótt bara þú veist að upp á alls konar bara þætti sem hafa að gera með mannréttindi, jafnrétti kynjana, þú veist að þessi vilji fara í hjúkrun sé ekki upplega mikið samfélagslega þrýsting á móti sér og svoleiðis og núna og ég hef tekið eftir því að ég hef aðeins farið út að tala um verkefnið okkar og við höfum svo sem bæði gert það að síðast þegar ég fór út þá var það í boði 2 eða 3 norskra ráðuneyta og það var að því að þetta er bara orðið mannafla issue sem því miður er fínna issue og á oft svona það er oft auðvitað að fá pening í þannig hluti að því að þetta er bara stort mannafla mál að við séum ekki að ná úr öllu þýðinu, við erum ekki að ná köllunum inn og þá bara fáum við ekki nógu mikið af fólki í hjúkrun. Þannig að þetta er að breytast kannski að því að úr einhverju mannréttindamáli yfir í svona atvinnuþátttöku. Já og það sem að og bara svona stóru svona vinnuaflsmáli sem við verðum bara að horfa á þannig að þú veist og önnur fög sem er að lenda í svona mikilvæg kynjaslagsíðu líka þau munu lenda í því sama og þurfa að fara í allavega þær aðgerðir sem hægt er að fara í bara til þess að jafna þetta, lenda ekki vandræði. En höfum við eitthvað að segja öðrum sem eru í svona kynjaslagsíðu eins og við höfum verið að vinna í? Já, ég menna kannski bara bjóða okkur í kaffi, væri góð að byrja, lesa þessar skýrslur sem við ætlum að hlækina í. Við erum að gera átlinni þar og við erum með svona hálfgerða hvítabók, við erum með svona tillögur í mennunursing sem við síðan framkomum dálítið í sérðakirkju. Og síðan erum við að skrifa rítrindar, 2 greinar eða 3. Já, við erum að vinna í því líka að birta það. En það er augljóslega, þú veist, það sem maður fókusar á í svona verkefni eins og sérstaklega fyrir 10 ára síðan þegar við vorum bara föst í 2% og komist ekki þaðan og nú sjáum við í glitta í 10% inn í námið okkar að þá verður þetta þarna eins og að borða fíl það er bara 1 bit í einu Já, en þetta er svo skemmtilegt þegar maður sér tölurnar breytast. Já, það er mjög skemmtilegt. Saman hvort það er okkur að þakka ekki. Það skiptir eiginlega kannski ekki öllu máli en af því að bara 0-2% og 1 kallmaður á ári í staðin fyrir 7-8 að maður bara ég ætla að hoppa af kæti. Já, þetta er náttúrulega bara krítisku massi að myndast. Þannig að ef einhver er í sömu stöðu og við og hefur áhuga á því hvernig maður er að taka fyrsta bitan af fílunum þá hefur nú einhverja reynslu í því. Bara endilega hafa samband við okkur og síðan er þetta líka náttúrulega þannig að samfélag okkar er að breytast en við sjáum reyndar ekki þessar breytingar í öllum hefðbundum kvennastéttum. Þetta er mest innan hjúkrunar sama hverju það kann að sæta og kannski er það líka eitthvað sem við förum að skoða að lokum að spyrja þess að stráka bara af hverju þeim datt hjúkrun í hug. Það er bara svo marga breytur auðvitað sem koma að inn. Og við hefum náttúrulega sístu stétt sem eru sjúkraliðar sem eru líka í sömu sporum. Þeim hefur ekki gengið eins vel að fjölga köllum en þeir hafa ekki verið með í verkefnunum okkar þannig
að hérna, kannski vilja þau fara að vera með núna, ég veit það ekki. Það væri skemmtilegt. Já, þetta alveg verið skipta máli að breyta svona bragnum líka inn í deildunum, það skiptir máli og það endurspeglast síðan aðeins hvernig samfélagi talar og svo Já, framvegis. við þurfum svolítið að byrja ofta sjálfum okkur með stéttarfélaginu og kennslunni. Já, kennurunum og kennslunni. Að því kennararnir gleyma sér oft, sko, þeir eru með bara einsleitan hóp, Já. að þá ávarpa þeir hann og fara að ávarpa hann og eru þá útilokandi ef einhver skildi álpast inn í námi sem öðruvís. Já, og svona litli hluti bara, það allt, þú veist, kannski einhverjum lit sem vanlega kent við meira kvenleika, það passar ekkert á mann, það ekki til búningsklefi fyrir mann, þú veist, það ekki gert ráð fyrir tilvistmanns. Og þegar það þannig, þá ítir það auðvitað þeim hópi frá, að sjálfsögðu. Já, því að maður viðkvæmur ef maður ekki alveg í menginu og eitthvað öðruvísi, að þá heldur maður að þessi skilabóð sé beingagvart manni, þóttu þau séu það ekki. Nei, þau eru kerfislega, en það eitthvað sem við höfum verulega tekið okkur á og reynda að gera í báðum skólanum að laga þetta, og ef ykkur strákar eru að hlusta og það ennþá eitthvað svona rugl í gangi með búningsklefa og láta okkur vita maður endilega, við höfum bara gaman að því að fylgja því eftir, en þetta eru hlutir sem við tölum mikið líka við kennara liðið okkar. Já. Þetta bara frábært. Eitthvað sem við viljum svona loka á, því að nú erum við svona búið með tíman sem við ætlum að ræða þetta. Já, hvað finnst þér? Mér finnst við hafa svona farið yfir þetta ágætlega. Við getum náttúrulega, ef eitthvað vil hitt okkur að fara á dýftina í öll þessi atriði, þá erum við alveg til í samtalið. Já. Það náttúrulega hægt að skoða þetta lesefni sem við ætlum að reyna að hafa með og svona hafa hlekki allavega í það. En ég held að kannski aðalatriðið að það hægt að byrja einhver staðar og við vitum hvað á að byrja. Já. Og það meira en við vissum í byrjun. Það nefnilega svo skemmtilegt að við erum núna bara, mér finnst við á ansi góðum stað núna. Já, með hvað, vonandi eru allir þessi strákar sem voru að mókast inn í hjúkru núna í janúar eftir klásusinn í báðum skólum. Vonandi eru þeir sammála okkur. Já, við getum ekki annað. Og við bara segjum bara velkomnir og þið eru góð viðbót. Já, frábært að fá okkur. Við vonandi eru þið krítiski massin sem við vorum að bíða eftir. Já. Heyrðu, bara takk fyrir spjallið. Takk fyrir spjallið, Gísli. Það var gaman. Það var gaman. Já. Takk. Bye.